Ég er sem sagt, við hjónin eigum veitingastað í Stykkishólmi sem heitir Nærverastofa og við erum búin að starfa ekki hann í 24 ár og við náttúrulega reynum eftir fremsta megni að nota íslenskar afurðir og þar er náttúrulega lambakjöt í lykilatriði. Af hverju íslenskt? Af því að það er ekkert öðruvísi með skepnurnar heldur en okkur hin að við erum það sem við borðum. Þannig að vita til þess af hverju skepnurnar eru aldar eykur bara gæði og bragð og annað sem að skiptir lykilmáli. Það sé ekki okkur ruslfæði eitthvað stórt í heimi. Það er algjört lykilatriði. Og náttúrulega íslenska lambið er náttúrulega bara villibráð. Þetta er alið á grösum upp til fjalla, nánast frá því að fæðist og kemur heim og svo fer þetta bara í vinnslu. Við erum gríðarlega heppin með lambakjötið. Við vorum sjálf með kjötvinnslu og versluðu beint við bændum. Slúttuðu því nú í COVID-inu og en núna erum við að versla beint við afurðastöðvar og við erum að nýta ákveðna vöðva, til dæmis á matsinu sem er núna og svo breytum við því og förum í aðra vöðva. En það var rosalega gaman að þegar við vorum með þessu kjötvinnslu, við vorum með tókum með lamb, 200 lömb á ári og unnum allt sjálf og nýttum hvern einasta part. Það var einhver ekkert sem fór í ruslið nema einhver fita og afskjörður sko. Það notum öll bein og allt svoleiðis í sóðgerð og svoleiðis. Þannig að það þarf kunnáttu og þekkingu til þess að gera þetta, en þetta er rosalega skemmtilegt að vinna svona. Þetta er krefjandi því að þú þarft að hafa þekkingu til að vita hvað þú getur notað lambið í og annað útbúa rétti. Við erum með fjölbreytta matseðil. Það er geggjað form sem við vorum í og bara krefjandi og skemmtilegt. Til þess að vera kurteis og dipló, þá er það ákveðin bara, finnst mér, vanþekking á mat að vera endalaust í einhverju innfluttu dóti þar sem veist ekkert hvað stendur á bak við vörurnar er. Sko, okkar stað, við erum með 95% af okkar kúnnum eru ferðamenn og þeir vilja íslenskar afurðir. Það er bara sama og við gerum sjálf þegar við förum erlendis, að við viljum fá hráefni af svæðinu sem við erum að ferðast á. Það er bara stór partur að því að ferðast, upplifa aðra matarmenningu, að fá það sama hvar sem er í heiminum. Það er ekkert að varið í það. Þannig að stöndum svolítið upp, verið stolt af okkar og nýtum hráefni sem við höfum. Það er svolítið mottóið hjá okkur og fara faglega með það. Það gefur bara veitingastánum bara miklu meiri dýpt. Hún er blómleg og við erum alltaf að fá fleiri og fleiri góða fagmenn og flotta veitingastæði. Og það sem náttúrulega fólk á að gera með íslenskt hráefni, það er að þú ert með ákveðinn grunn sem er hráefnið, en svo förum við með það í einhverjar aðrar áttir, til dæmis í matreiðslunni. Við getum verið með það á annan máta, en við erum alltaf með sama grunninn sem er íslenskt hráefni. Það eigum við að leika okkur með. Kryddun og framsetning og allt því. En íslenskt hráefni á alltaf verið öndvegi á Íslandi. Það er það sem fólk vill. Þetta er það sem við fáum mest respons hjá okkar kúnnum. Það er bara að við séum með mat úr okkar héraði. Það er bara númer 1, 2 og 3 sko. Þess vegna ferðast fólk, ekki bara til að skoða kirkjur, heldur líka að upplifa matarmenninguna. Það er bara lykilatriðið, það er hráefnið. Í sauðfjármennskunni við þurfum að veita til dæmis hótel- og veitingamennskunni miklu meiri aðgang að kjöti sem er flokkað eins og það kemur í heimtöku til bænda. Að kjötið sé flokkað eftir flokkun og fitu og annað og menn geti keypt sér ákveðna stærðarflokka og gæðastaðla. Það er lykilþáttur. Ég held að menn muni borga meira fyrir það. En það er eftir ákveðna línu í afurðastöðunum, þá er bara lambakjöt. Alveg óháð því hvernig það er flokkað og hvernig menn fá greitt fyrir það. Þetta er kerfið til, en það þarf bara að ná alla leið. Það þarf að vera hægt að kaupa lambakjöt eftir réttum gæðastöðlum. Það er því rosalega breyta ef að það næst. Það fá þið meira fyrir afurðirnar.